Þegar líða tók á árið þótti ljóst að gripið yrði til efnahagsaðgerða vegna taprekstur í sjávarútvegi og atvinnubrests. Aðilar vinnumarkaðarins vildu freista þess að ná samstöðu svokallaða kostnaðarlækkunarleið, svo komist yrði hjá gengislækkun og hefðbundnum aðgerðum. Á þetta reyndi ekki, því 23. nóvember tilkynnti ríkisstjórnin umfangsmiklar aðgerðir í efnahagsmálum. Gengi krónunnar var fellt 6 af 100. Það hafði þá verið óbreytt frá því á árinu 1989 og stöðugt gengi verið helsti hornsteinn efnahagsstefnunnar. Gengisfellingin kom því á óvart, ekki síst eftir yfirlýsingar utanríkisráðherra nokkru áður á aðalfundi LÍÚ. Ekki hægt að leysa þetta með gengisfellingu. Það ekki þess virði að kollvarpa þeim árangri sem hefur náðst á 2 árum. Vegna þess að það að pissa í skóinn sinn. Röksemdir ríkisstjórnar og Seðlabanka fyrir gengislækkun krónunnar voru annars vegar þær að raungengi hennar hefði hækkað mánuðin á undan gagnvart myntum helstu viðskiptalanda og hún gæti ekki staðist gengisfellingu margra Evrópumynta. Formaður Alþýðubandalagsins taldi þetta rangt eftir að Seðlabankinn staðfesti að markaðsgengi Suður-Evrópumynta hefði ekkert breyst. Niðurstaðan þess vegna sú að annaðhvort hafa ráðherrarnir greint rangt frá ástæðum gengisfellingarinnar eða þeir hafa fellt gengi íslensku krónunar í fljótfærni. Verkalýðshreyfingin gagnrýndi gengisfellinguna harðlega, með henni tæki launafólk á sig verulega kjaraskerningu, en talsmenn fiskvinnslu sögðu hana á litla. Aðrir helstu liðir efnahagsaðgerða ríkisstjórnar fólust meðal annars í niðurfellingu aðstöðugjalda á fyrirtæki, hækkun tekjuskatts einstaklinga, hátekjuskatti, fækkun undanþága frá virðisaukaskatti í áföngum, hækkun bensíngjalds, lækkun barnabóta og vaxtabóta og viðbótarlækkun ríkisútgjalda 1240 milljónir króna umfram það sem gert var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi. Þá skyldi stofnaður þróunarsjóður sjávarútvegsins til að draga úr afkastagetu fiskvinnsluhúsa og fiskiskipaflotans. Forsætisráðherra sagði aðgerðirnar einkum felast í þrennu. Í fyrsta lagi styrkir staða atvinnulífsins, einkum útflutnings- og samkeppnisgreina. Þetta stafar á lækkunum gengi krónunnar og sköttum létt af atvinnulífinu. Í öðru lagi dregur þjóðarútgjöldum frá því sem áður var gert ráð fyrir, sem leiðir til minnkandi viðskiptahalla gagnvart útlöndum. Í þriðja lagi batnar afkoma ríkissjóðs sérstaklega þegar horft til næstu 2 ára. Stjórnarandstöðuflokkarnir töldu stöðuleikann hafa farið fyrir lítið og aðgerðirnar væru árás á þá lægstlaunuðu. Það ekkert fjármagn lagt fram til nýsköpunar í atvinnulífinu. Það ekkert áhættu fjármagn, engin viðleitni gert til þess að slá dálítið á þá miklu svartsýni sem nú ríkir, sem kannski það mikilvægasta sem þessi ríkisstjórn gæti gert. Efnahagsaðgerðirnar voru lögfestar við afgreiðslu fjárlaga síðustu dagana fyrir jól. Forsendur fjárlagafrumvarps ríkisstjórnar sem lagt var fram í október voru þá fyrir löngu úreltar og voru reyndar þegar úreltar þegar mælt var fyrir frumvarpinu 20. október. Forsendunum var gjörbreytt fyrir aðra umræðu oftar en einu sinni. Að endingu voru fjárlögin afgreidd með rúmlega 6 milljarða halla eins og gert hafði verið ráð fyrir í upphaflega frumvarpinu. Verkalýðshreyfingin hélt því fram að aðgerðirnar brytu í bága við fyrri þjóðarsátt og eitt fyrsta verk nýrrar miðstjórnar Alþýðusambandsins var að hvetja aðildarfélögin til að segja upp kjarasamningum sínum þegar í stað. Eftir nokkur átök í hópi vinnuveitenda var Magnús Gunnarsson framkvæmdastjóri SÍF kosinn formaður Vinnuveitendasambands Íslands á aðalfundi þess í vor. Einar Oddur Kristjánsson, fráfarandi formaður, gaf ekki kost á sér til endurkjörs. Einar Oddur kvaddi með því að vara eindregið við gengisfellingu. En jafnvel þó að hef verstu ótíðindi dynji yfir okkur, þá brýnt að hvika hvergi frá þeim settum markmiðum stöðugleika og alls ekki grípa til gömlu gengisfellingaráðana.